Á laugardaginn þá aðaldagurinn má segja á ljósanótt og kvöldið þá verðum við með stórt útisvið niður við sjó á stað sem heitir Bakkalág. Þar verða tónleikar, svo kveikjum við ljósin á berginu og svo fáum við stóra og flotta flugeldasýningu og það má segja að það sé hápunktur ljósanæturhátíðarinnar okkar ár hvert. Og ljósin á berginu eiga að minna okkur á gleðina, kraftinn og vináttuna sem býr í íbúum Reykjanesbæjar og vonandi gestum okkar líka. En kæru vinir, nú komið að ég að setja hátíðina, sjáum við flaggstöngin. Þetta var stærsta flaggstöng á Íslandi og kannski það enn. Ég bara ekki viss. En við ætlum að gera það með því að fá fulltrúa ungmennaráðs í Reykjanesbæ. Hann Frosta Kjartan Rúnarsson og hann ætlar að draga þennan marglita, risastóra ljósanætufána á húnni og allir litirnir í fánanum tákna kraft fjölbreytileikans í Reykjanesbæ. Og ég ætla að bjóða honum að gera svo vel og með honum eru til aðstoðar starfsmenn umhverfismiðstöðvar Reykjanesbæ. Sjáu þið fánan, hann að fara upp og þegar hann komin upp þá má segja að ljósanótt sé sett. Við skulum sjá hvað gerist. Það bara svo mikið logn í Reykjanesbæ eins og venjulega að hann blaktir eiginlega ekki núna fáninn. En nú fer fáninn á loft, sjáu þið, allir litirnir. Og nú má segja að ljósanótt sé sett. 3, 2, 1, til hamingju ljósanótt er sett. Ljósin á berginu, þetta til okkar. Þetta bríóberg. Aldarfjórðungur síðan að fyrsta ljósanóttin var. Hefur þetta breyst mikið á þessum árum? Já, hátíðin hefur breyst mikið. Þetta 24. ljósanóttin. Og að því að það duttu úr þetta 2 út á COVID, manstu eftir COVID? Það munum ykkur eftir því. Já, við munum eftir því. En þetta hefur breyst mikið. Fyrst þegar við héldum ljósanótt aldamótin, þá var þetta 1 dagur, laugardags eftirmiddagur, og nú er þetta orðið, formlega er þetta 4 dagar og setningin núna á 50 og stendur þetta fram á sunnudagskvöld. En ég frétta því og ég hafi nú ekki tekið þátt í sjálfur að það hefur verið mikil gleði í bænum okkar í gærkvöldi og miðvikudagskvöldi, þannig að fólk bara að taka forskottasæluna. Og svo hafa náttúrulega viðburðir, þeim hefur fjölgað, þetta hefur allt stækkað, íbúum hefur fjölgað mikið, þannig að þetta hefur allt stækkað í allar áttir. En inntakið er raunin það sama og í upphafið, bara svona að þjappa aðeins saman bæjarbúum. Já, og svona taka höndum saman, fagna því hvað bara lífið er gott og hvað við erum ánægð með bæinn okkar og hvað við höfum mikið hæfileikaríku fólki og svo náttúrulega viljum við bjóða gesti velkomna til bæjarins líka og þeir hópast hingað til okkar. Þannig að þetta getur ekki eiginlega orðið betra, sko. Veðrið dásamlegt og þetta er bara æðislegt, sko. Hvað ætlar bæjarstjórnin svona helst að gera á ljósanótt? Það er löng og mikil dagskrá, klár. Ég er að fara núna í söngstund í nýja bókasafnin í Hljómahöll. Ertu með einhverja hefðir svona á þessari hátíð? Já, ef við getum kallað hefð. Við höfum reynt fjölskyldan að hittast á laugardags eftirmiddegi og í kvöldmat. En það er misjafnt hversu stóra samkomur það eru eftir hvað fólk er að gera og svona, en allavega fæ ég að hitta afa og ömmubörnin. Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem er fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is.